Þá tekur næst til máls hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ólöf Nordal. Virðulegi forseti. Hæstiréttur hefur nú með 6 dómurum Hæstaréttar komist að þeirri niðurstöðu að það stjórnlagaþing sem hæstvirtur forsætisráðherra hefur barist hvað mest fyrir verði ekki haldið. Hæstiréttur hefur komist að þeirri niðurstöðu að sá lagagrundvöllur sem undir þessu stjórnlagaþingi hvílir sé skakkur. Hæstiréttur hefur komist að þeirri niðurstöðu með skýrum hætti hér í dag að kosningin til stjórnlagaþingsins, að sú lagasetning sem hæstvirtur forsætisráðherra barðist hvað mest fyrir sé svo bröguð að búið er að ógilda almennar kosningar í landinu. Þetta er í fyrsta skipti í sögu þessa lýðræðisríkis að Hæstiréttur telur sig knúinn til þess að ógilda almennar kosningar, og það er ekki gert vegna þess að einhver smámál sé athugavert. Það er ekki gert út af einhverjum einstökum smámálum. Það er vegna þess að lagasetningin sem undir þessu hvílir er svo skökk að Hæstiréttur, æðsti dómstóll þjóðarinnar, gat ekki annað en fallist á það að ógilda þyrfti kosningarnar. Ég vil benda hér á að í niðurstöðu Hæstaréttar kemur fram, með leyfi forseta: það fellur í hlut löggjafans að setja skýrar og ótvíræðar reglur framkvæmd opinberra kosninga þar sem tekið er réttmætt tillit til aðstæðna sem leiða af sérstöku eðli þeirra. Það var á hinn bóginn ekki á færi stjórnvalda að víkja frá skýrum fyrirmælum laga framkvæmd þeirra vegna fjölda frambjóðenda eða nýs verklags sem hentug þótti vegna rafrænnar talningar kosninga. Allt þetta mál, stjórnlagaþingi hér í þessum sölum, all framkvæmd þessa máls í þinginu og vinna sem við það var meirihluta þingsins var raun og veru meirihluta þingsins til vansa. Það var farið af stað með allt of miklu offorsi í þessari lagasetningu og menn er að fara hér í tilraunastarfsemi í grundvallarmálum þegar verið að halda hér almennar kosningar. Ég hygg að í svona hefðbundnu lýðræðisríkjum, og það ætti nú Ísland heldur betur að vera, myndi hæstvirtur forsætisráðherra íhuga vandlega þá stöðu sem upp er komin í þessu efni. Og ég vil nú hvetja hæstvirtan forsætisráðherra til að gera einmitt það, að nýta nú þennan dag til þess að íhuga þá stöðu sem upp er komin þegar að vegna vinnubragða þessara ríkisstjórnar nauðsynlegt er að ógilda almennar kosningar. Og ég vænti þess að hæstvirtur forsætisráðherra muni koma hér á morgun og gera þinginu grein fyrir því hvernig hún hyggst bregðast við þeirri stöðu sem þetta máli kom upp í. Það liggur alveg fyrir að stjórnlagaþing verður ekki haldið niður þá niðurstöðu sem hér hefur orðið hjá Hæstarétti. Ef það er skoðun hæstvirts forsætisráðherra að enga síður skuli halda áfram með þetta mál, þá verður hæstvirtur forsætisráðherra að leggja fram nýtt lagafrumvarp stjórnlagaþing og þá mun reyna á þann trúverðugleika sem hæstvirtur forsætisráðherra hefur það hvort að þessi ríkisstjórn sé fær til þess að breyta þeim vinnubrögðum sem hún hefur viðhaft í hverju málinu á fætur öðru. Óvissan er mikil í Íslandi, pólitísk óvissa er mikil í Íslandi. Í hverju málinu á fætur öðru sýnir ríkisstjórn af sér óvandaða vinnubrögð. Og sú óvissa sem nú er að fara með okkur hvað mest í vandræði er sú pólitíska óvissa sem hér tröllríður í þjóðfélaginu. Nú hefur það bæst við að hæstvirt ríkisstjórn hefur nú gert spyr að því í þessu stjórnlagaþingsmáli að ógilda þarf almennar kosningar í landinu. Mun það bætast við aðra pólitíska óvissu sem hér er fyrir höndum. Þarf nú ekki að nefna mjög mörg dæmi til viðbótar við þetta. Við getum nefnt önnur dæmi svo sem þær athugasemdir sem hafa komið fram til dæmis gagnvart þeim vinnubrögðum sem við höfum verið hér í tengslu við svokallað Magma-mál og margt fleira. En þetta mál er sýnu alvarlegast. Við sjálfstæðismenn studdum ekki þetta stjórnlagaþing í þeim búningi sem það var og allan tímann töluðum gegn því að í þetta mál skyldu fara. Fyrst og fremst vegna þess að þetta mál var vanbúið,
og ekki nógu vel unnið. Fyrir utan það að það skoðun sjálfstæðismanna að setning stjórnskipunarlaga skuli vera á hendi Alþingis. Nú hefur það komið fram að þau vinnubrögð sem þarna voru viðhöfð hafa fengið áfellisdóm af hálfu Hæstaréttar Íslands. Þessi ríkisstjórn og svo verkstjóri og svo verkstjórn sem þar viðhöfð, þessi ríkisstjórn hlýtur að taka þessa niðurstöðu mjög alvarlega. Ég tala nú ekki það fjöldamörgu frambjóðendur sem í góðri trú buðu sig fram á þetta stjórnlagaþing og þurfa nú að setja uppi með það að vinnubrögðin voru svo óvönduð að þetta allt komið í tómt uppnám. Það hefur við lesið núna á fréttamiðlum í dag tilvittanir frá þessum frambjóðendum sem þar var að tefla. Þetta enn eitt dæmi þær ógöngur sem stjórn þessa lands komið í. Flestir myndu íhuga sína stöðu vandlega. Flestir myndu gera það og þá kröfu verður að gera til þessara ríkisstjórnar að hún taki þetta alvarlega og bregðist við með einhver skynsamlegum hætti. Og ég ítreka þá skoðun mína að hæstvirtur forsætisráðherra væri maður að meiru ef hún gerði einmitt það og kæmi aftur í þingi á morgun og gerði grein fyrir því og kæmi með raunverulegar svör við því í hvaða stöðu þetta mál komið.